Haukur, heldur betur verkefni framundan, hvernig líst ykkur á þetta svona stuttu fyrir ferðalag? Bara ágætlega, ánægður að Tryggvi sé kominn. Það hjálpar mikið og breytir rosa miklu fyrir okkur. Fá smá stærð, náttúrulega rosalega breyttur hópur, en bara okkur líður vel og það verður spennandi. En mér skallast ekki, það ertu hvað næst elstur í hópnum, er það ekki svolítið skrítið til mig? Ég er fjórði, ok. Ég er fjórði. Það er Hlynur, Hörður, Ægir og ég. Já. Nei, jú, það er orðið helviti skrítið, sko. Ég er nú ekki nema 26, sko, en já, þetta er bara gaman. Búlgaría fyrirleikurinn, er það ekki leikur sem við horfum á til þessum úrslitaleik? Jú, eiginlega, ég veist, fyllir hreinskilinn, sko, þá er þetta svona svolítið do or die leikur fyrir okkur, sko. Það verður rosalega erfitt að fara inn að leik, að spila inn að leik á þeirra heimavelli og þeir eru sterkir fyrir og þeir stáluðu sem segir hér. Ég segi stáluðu því að við áttum bara að vinna þennan leik. Finnarnir náttúrulega, þetta er bara annað velminnu núna þegar þeir eru komnir með alla sína menn aftur og já, það verður erfitt, þannig að jú, við förum náttúrulega bara í Búlgaríuleikinn og það er svolítið úrslitaleikur fyrir okkur. Kannski gaman að enda þessa undankeppni samt á þessum leik í Finnlandi? Já, klárlega. Ég meina, það væri rosalega skemmtilegt að fara þarna og vinna það þar, sko, sérstaklega eftir Eurobasket og svona og jú, það verður mjög gaman bara að fara þangað og mæta dýrvitlisir og sjá hvað gerist bara. En svo sagðir að Tryggvi kominn aftur í hópinn, munar það ekki aldrei miklu? Jú, rosalega. Ég meina, við erum að missa Jón og Pavel og Óla var ekki núna, hann var ekki með og Brynjar náttúrulega. Það eru fullt af mönnum sem okkur vantar en Tryggvi náttúrulega gefur okkur bara eitthvað sem engin annar gat gefið okkur, þannig að það er hrikalega gott fyrir okkur. Hann er búinn að vera hjá NBL, en finnur þú stjörnustæðilega á honum strax? Honum, já, hann er orðinn bara heldur leiðilegur, sko. Nei, hann er alltaf sami sveitamæðurinn fyrir mig, sko. Ég er mjög gaman á honum og hann er bara alveg eins og hann var þegar hann fór, sko. Ég veit ekki hvort hann átti að sjá því hversu stórt þetta var eða ekki, sko.